Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi klukkan orðin 20 mínútur yfir 10 og sjálfsög höldum við sportinu gangandi. Enda, ófátt sem þarf að fjalla og nú á þessu sinni erum við komin á Íslandsmótið hjá íþróttasamlandi fatlaðra sem var haldið helgina. Og við ætlum að bara taka frjálsana fyrir í þessum þætti en í næstu þáttum munum við sjálfsögðu fjallum aðra greinar og línuna komin sunnlendingurinn sem getur alltaf tekið þátt á mótið hans að bæta Íslandsmet. Það Hulda Sigurjónsdóttir, komdu blessuð og sæl. Blessaður sæl. Hvað segirðu gott? Bara ljómandi gott. Herðu, þú ákvæðir að bæta bara þitt eigið met í kúluvarpi í flokki 20 núna helgina? Já. Og gerði gott betur en það, varst ekki að keppa líka í dag? Jú, ég keppti í kvöld. Já. Og gerði aftur alveg enda lengra. Já. Og hvað varpaður kúlunni þá? Á föstudaginn þá kastaði henni 9.51 og núna í kvöld 9.70. Já, og það ekki nema 20 cm bæting. Já. Þannig að þú ert væntanlega kannski bara að koma sjálfur óvart eða? Nei, ekki alveg. Ég veit alveg að ég geti þetta. Ég verði alveg að kasta vel 10 metra. Já. Og það á æfingum þá? Já. Þannig að þú ert svona bíða eftir því að það komi á móti? Já, ég bíða eftir að þetta inn. Eða ertu með þetta svona plana kannski hjá þig bara á mótunum þá svona, ég ætla ekki að kasta strax yfir 10 svona bæting bara? Já, ég ætla aðeins að bíða með það. Já. Ég ætla að náði á réttu mómenti. Já, svona áður en ég fer að tala frjálsíþróttamótið sjálft, þá ert þú náttúrulega að keppa fyrir Suðurað þegar en þá? Jú, ég reyndi að keppa fyrir Suðurað og ætla mér að halda áfram að gera það. Og það voru nú þó nokkri keppundu frá Suðurað þessa helgi að keppa í hinum ýmsu greinum, eða ekki? Jú, liftingar, boccia og frjálsar. Og hvernig svona, gekk ykkur? Bara mjög vel. Við vorum með allir 3 einstaklinga í liftingum og allir komist þeir á pall og Sigurjón Ægir var Íslandsmeistari í liftingum í sínum flokki. Hann keppir í flokki hreyfihamlaða og síðan var liðið hans Reynis, Kitti, Reynir og Bjarni, Friðrik í annarri deild í boccia og þeir voru í 3. sæti. Já, þannig að þeir hafa heldur betur staðið sér vel þar? Já, það var mjög flott í æð. Það ekkert auðvelt að vera komin svona hátt í boccia og komast í úrslit. Enda þetta ein vinsælasta íþróttin? Já. En ef við förum aftur í frjálsanar þá voru náttúrulega hvorki meira en minna en 10 Íslandsmet sem að frjálsstafólki náði núna helgina. Já, við vorum með 10 Íslandsmet og Stefania Danni frá Eikinni setti 5 Íslandsmet og hún keppir einmitt sama flokki og ég. Okay. Þannig að það mjög gaman að fylgjast með henni og maður fær pínu spark í rassinn frá henni. Og ég gerði einmitt auðvitað hana líka. Já. Og svo var Arnar Helgi í hjólastólnum. Hann setti Íslandsmet í 260 metrum. Og svo var hann blindur strákur sem var að keppa í fyrsta skipti. Hann setti Íslandsmet í 60 metrar hlaupi og langstökki. Mjög efnilegur. Já. Hvernig kannski þú getur útskýrt fyrir okkur hlustundum þegar, eins og þegar þú ert blindur að keppa í frjálsum, hvernig fer það svona nokkuð fram fyrir þá sem vita það ekki? Þeir eru með aðstoðarmann með sér eins og í 60 metrar hlaupinu þá þarf hann að hlaupa með alveg bundi fyrir augun eða má ekkert sjá ef hann sjónskertur og þá hleypur hann með aðstoðarmanni með sér og aðstoðarmaðurinn eiginlega bara svona, hvetur hann áfram og passar að hann stíði ekki á línu og svona og hann eiginlega sleppir hann leið og hann komin yfir línuna
markbílina. Hann má ekki fara á undan annars það dæmdur ógilt. Og í langstekki þá hann líka með aðstoðarmann og hann klappar og það takturinn hann sem hann ná að hlaupa og leið á hann heyra klappi hægt þá ætti hann að stökkva. En þetta náttúrulega svo rosalega erfitt að átta sig á því hvað hann á að stökkva upp. Hann snýr aðeins fætinum vitlaust þá hann bara búinn að stökkva út fyrir langstakksgrifinu og bara hleypur og stekkur á hlaupabrautina eða eitthvað. Það magnað að horfa á það hvað þeir geta gert. Já, og það nú bara eins með það ef maður prófar bara að binda fyrir augun á sér þá náttúrulega, kannski getur maður reynt að upplifa það hvað þetta íþróttafólk að ná að gera. Já, algjörlega. Ættu eiginlega allir að prófa að vera með eitthvað svona og gera þetta. Og sérstaklega að prófa að koma og þá að spila boccia blindandi. Það magna. Það magna, já, ég geti trúað því. Náttúrulega hjólastólakeppnin, það náttúrulega svolítið svona fróðlegt að, hann Arnar Helgi, hann svolítið svona frumkvöðla því, eða ekki? Jú, hann var einmitt að smíða sér nýjan stól og hann náði svona líka góðum árangri í stólnum. En hvernig svona, á hvaða móti, ég náttúrulega gleymdi að spyrja því, hvaða móti varst að keppa á núna í kvöld þegar þú bættir metið þitt núna 20 cm? Þetta var innanfélagsmóti á FH. Ég mjög duglega að tékka á því hvort að það séu móti í gangi inn á FRI og ég sendi bara á Kára Kári, það mót og ég ætla að keppa. Og bara, já, flott. Þannig að líka gott fyrir mig að sjá það að ég get keppt og ég get bætt á þess að hafa eitthvað þjálfara með mér. Já, og þú ert þá að tala Kára Jónsson þjálfara? Já. Já, nákvæmlega. En það var náttúrulega bara, þessi árangur náttúrulega helgina, þetta alveg frábært að, það náttúrulega, þetta 10 Íslandsmenn sem litu dagsins ljós helgina á Íslandsmótinu og þetta var þetta ekki í Kaplakrika? Jú, þetta var þar. En hvernig svona, þessi aðstæði í Kaplakrika, hún ekki algjör bara draumi fyrir ferðasta mannin? Jú, hún mjög góð. Það svolítið mikið öðruvísi að fara í Kaplakrika heldur en í Laugardalshöllina. Þeir áttu þessi á því hvað þau í Laugardalnum gera vitlaust og bættum betur og höfðu aðstöðu fyrir lyftingar þarna inni og kúluvarpskeirin betri fyrir okkur þar sem að erum að kasta lengra náttúrulega miklu betra eins og geirin í Kaplakrika. Nákvæmlega. Ef við fyrir aftur að tala rétt svo sem við vorum minnast á hún Stefania Daney Guðmundsdóttir frá Eik Akureyri, og þetta ung stelpa sem að bara að koma þarna núna virkilega sterk inn, eða ekki? Jú, hún búin að vera mjög efnileg en núna hún að byrja að æfa með ófætluðum og einmitt að æfa með Hafdísi og þeim krökkunum og hún sagði við mig að það gefur henni rosalega mikið að æfa með ófætluðum. Og það líkt og þú ert búin að benda á sjálfa að þetta hefur hjálpað þér heilmikið núna á þessu tímabili? Já, heilmikið. Nákvæmlega. En hún náttúrulega bætti met í 5 greinum, það í 60 metra hlaupi og hljóp hún á 9.05 og svo 200 metrar úr 33,31 sekundu í 30.69. 400 metra hlaupið náttúrulega lygilegt hjá henni. Hún fer úr 87,95 í 76,32 sekundur. Þetta hvað, 11 sekundur? Já, ég veit ekki hvað hún hefur að gera síðast, hún hefur bara að skokka þetta, núna bara spýtt hún algjörlega í. Já, nákvæmlega. En hvernig, þið eru náttúrulega ekki, þetta alltaf svo skemmtilegur hópur eða ekki sem að stunda frjálsarnar hérna og þið eru væntanlega að tala mikið saman eða ekki bara svona í kringum mótinu og fleira og hvetja hvort annað alveg alla leið? Já. Núna náttúrulega eftir að snakkjast þá notar maður svolítið mikið það. Já,
Og hérna svona þessi hópur yfir höfuð, þú varst nú að minnast að það síðast ég talaði við þig að já, eins og æfingar sem í boði eins og hjá Suðra og fleira, menn ættu nú að prófa að kíkja við þarna og prófa eins og boccia. Já, endilega. Og líka hérna beinumar, sund og lyftingar. Hulda Sigurjónsdóttir, hvað svona framöndan hjá þér núna annars? Það bara að halda áfram að æfa eins og engin sem morgundagurinn og svo byrja utanhústímabil að byrja og reyna að ná lágmörkum á HM sem í Katar í október og það 10:50. Já. Svolítið í það en ég veit að ég farin aðeins að kroppa í þetta. Þannig að ég veit ég geta það. Ákala. Og þú hefur fundið fyrir því á æfingum? Já. Hulda Sigurjónsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi þið vel og við munum sennilega heyrast aftur í sumar. Já, endilega. Bestu þakkir. Takk kærlega. Ok, blessuð. Bye. Já, það má kannski geta þess svona í lokin að fyrir Íslandsmótin sem voru sett helgina voru náttúrulega 10 sem litu dagsins ljós hjá ferðastafólki í Íþróttasamband fatlara. Og það var náttúrulega eins og við komum inn á það var að Stefania Daney Guðmundsdóttir úr Eik frá Akureyri og hún fædd árið 1997 og hún náttúrulega bætti met í 5 greinum í flokki 20 og hún fór í 60 metra hlaupinu úr 9:09 sekúndum í 9:05 og í 200 metra hlaupinu var það úr 33,31 sekúndu í 30,69 sekúndur og í 400 metra hlaupi fór hún úr 87,95 í 76,32 sekundur sem náttúrulega alveg líflegur árangur. Í langstökkinu þá fór hún úr 4,46 í 4,47 og í hástökki fór hún yfir 1,25. Patrikur Andrés Axelsson og Ármanni fæddur 1994 setti nýtt met í 60 metra hlaupi á 8,24 sekundum og í langstökki 3,46 metra í flokki 12. En Patrikur hefur náttúrulega nýhafið keppni í frjálsíþróttum eftir að hafa mist sjónina og við vorum að tala hann áðan. Arnar Helgi Lárusson og Njarðvík fæddur 1976, hann bætti metin í 60 metra hlaupi úr 40,69 sekundum í 13,31 sekundu og í 200 metra hlaupi úr 38,14 sekundur í 36,32 sekundur í hjólastóla reis nýsmíðum stól eins og hún Hulda kom inn á áðan sem hann smíðaði sjálfur og Hulda hún bætti svo eigi met í kúluvarpi í flokki 20 úr 9.42 í 9.51 og gerði gott betur en það í kvöld í Kaplakrika á innanfélagsmóti FH þar sem hún varpaði kúlunni 9,70 metra. Sigurður Haraldsson, Magnús Haraldsson og Friðrik Þór Óskarsson fá náttúrulega allir voru rosa góðir. En næsta dagskrá þá það handboltinn. Við ætlum að heyra núna í Grími Hergisinni, stjórnarmanni hjá handboltadeild ungmennafélags Selfoss og fyrrverandi leikmann Selfoss þegar þeir voru mitt á gullaldartímabilinu sínum og við ætlum að heyra í honum hér eftir smástund. En Selfoss vann Fjölni í kvöld í umspilsleiknum og það framundan 8 leikur á miðvikudaginn